Sólarorka er orka sem kemur frá sólinni. Þetta er rafsegulorka eða svona geislunarorka. Og það er hægt að umbreyta henni yfir í varmaorku eða raforku, bara hita vatn til dæmis, eða til þess að skína á svona sólarsellur og þar umbreyta þær orkunni yfir í rafmagn. Plöntur nota sólarorku til þess að búa til sykur með ljóstillífun. Þetta er gert í grænukornunum í laufblöðunum og þá nota þær koltvíoxíð og vatn, koltvíoxíð bara lofttegund og vatn og nota orku frá sólinni til þess að búa til sykur úr þessu. Þessi sykur er svo sykurinn sem við borðum. Og all orka sem allar lífverur innbyrða kemur upphaflega frá þessu efnaferli hérna sem kallast ljóstillífun. Sólarorkan sem kemur frá sólinni, sólargeislarnir, sumir þeirra eru hættulegir, eins og til dæmis útfjólubláir geislar. Ósonlagið ver okkur svolítið fyrir þessari hættulegu geislun. En ósonlagið er þunnt lag af efninu óson í cirka 20 km hæð í lofthjúpnum okkar. En það er svolítið hærra heldur en svolítið fyrir ofan skýin. Skýin ná yfirleitt ekki mikið hærra upp í svona 12 til 15 km hæð. Ósonlagið er í 20 km hæð. Vindorka er þegar vindur er látin snúa einhverjum spöðum og hérna inni er rafall sem býr þá til rafmagn. En þetta í gamla daga var verið að nota vindmyllur löngu áður en við vissum að rafmagn væri til. Þá voru þessar vindmyllur notaðar til þess að snúa stórum steinum til þess að mylja hveiti eða til þess að saga spýtur. Að snúa einhverju hjóli sem gat á knúið einhverja sög sem gat sagað spýtur eða vinna einhverja svona vinnu fyrir okkur. Það er misskilningur að vindmyllurnar virki best þegar bara nógu hvasst. Flestar vindmyllur hætta að virka þegar það verður of hvasst. Það sem vindmyllur þurfa er jafn stöðugur vindur. Orkan kemur upphaflega frá sólinni því að sólin hitar upp lofthjúpinn okkar, hitar upp landsvæði þannig að stígur upp loftið eða sígur og þá verður mismunur á loftþrýstingi og þá þarf loftið að færa sig yfir frá þessum stað yfir á annan stað og þá verður til vindur. Jarðvarmi er orka djúpt ofan í jörðinni. Þessi hiti er út af innri kjarni jarðar og möttullinn ofan í jörðinni eru sjóðandi hitir. Og þessi hiti leitar svo út. Jarðskorpan á Íslandi er óvenju þunn. Þess vegna er óvenju stutt í þennan hita hérna. Og við erum á eldvirku svæði. Það er ekki mikið jarðhita á svæðum nema það sé þá eldvirkni einhvers staðar í nágrenninu. Til þess að geta nota þennan hita þá þurfum við að hafa vatn til þess að flytja varman. Því að ég finn heitt berg einhvers staðar þá er það svo erfitt að flytja þann hita. Því að ef ég ætla að fara að láta einhver efni hitna þarna að þá myndu flest efni kólna á leiðinni tilbaka. Vatn nefnilega geymir hita vel og með því að finna svæði eins og hérna erum við á Nesjavöllum að þá er hægt að flytja vatnið af einum stað yfir á annan. Til dæmis frá Nesjavöllum liggur leiðsla sem ég sjáðu hér rúma 30 km og hún er það vel einangruð þessi leiðsla að vatnið kólnar ekki um cirka 2 gráður á leiðinni. Við notum jarðvarma til þess að hita upp hús og til þess að framleiða rafmagn. En það er mjög sjaldgæft að fólk hafi aðgang að heitu vatni til þess að hita upp húsin sín. Í flestum öðrum löndum er fólk að nota rafmagn, olíu, gas eða eitthvað annað til þess að halda hita á húsunum sínum. Þannig að við erum mjög heppin á Íslandi. Vatnsafl er þegar við breytum rennandi vatni í rafmagn með því að það er svona hjól hérna inni sem er tengt við rafal sem býr til rafmagnið sem er svo flutt með raflínum þar sem við erum að nota það. Og eins og ég hef áður nefnt og þá þarf fallhæðin að vera sem mest og vatnsmagnið sem mest líka. Þetta er Búrfellsvirkjun. Þar á Þjórsárssvæðinu, Þjórsár- og Tungnaársvæðinu eru flestar vatnsaflsvirkjanir á Íslandi. En við notum svo þessi uppistöðulón eins og til dæmis við Kárahnjúkavirkjun eins og ég lýsti fyrir ykkur áðan til þess að safna vatninu þegar það er minna, til þess að eiga vatn, vara birgðir af vatni þegar það er lítið í ánni. Sjávarfallaorka er orka þar sem því að það kemur flóð á fjara, sjórinn kemur og fer 2 á dag. Og við sjáum bara hérna í kringum höfuðborgarsvæðið
að sjórinn hækkar og lækkar. Annar staðar á Íslandi eins og við Breiðafjörðinni er munurinn ennþá meiri, upp undir 6 metrar. Þegar munurinn sem mestur. Þessi sjórinn hækkar og lækkar. Og við getum verið með bara spaða ofan í sjónum, tengda við rafal, og þegar sjórinn kemur þá snýr hann spaðanum og býr til rafmagn, og þegar hann fer þá snýr hann spaðanum aftur. Vandamálið við sjávarfallavirkjanir er að hann er ekki nógu stöðugur, því að það er alveg 1-2 tímar á milli, þegar það er komið flóð þá er sjórinn stopp, þegar það er komin fjara þá er sjórinn stopp. En það er mikill kraftur þess á milli. Við þurfum nefnilega rafmagn eiginlega stöðugt, ekki svona, þetta er svolítið óstöðugt. En það er alveg hægt að nota sjávarfallaorku á móti einhverjum öðrum virkjunum. Þannig að við getum það nýtt eitthvað annað þegar að sjórinn er stopp hér. Óendurnýjanlegir orkugjafar eru orkugjafar sem endurnýjast ekki. Til dæmis kol, olía og jarðgas, þetta er jarðefnaeldsneyti og þau klárast. Það er bara til ákveðið mikið magn af olíu í jörðinni, ákveðið mikið magn af kolum og ákveðið mikið magn af gasi. Og þess vegna þurfum við að finna leiðir til þess að nota eitthvað annað, til dæmis á bílana okkar. Brennsla á þessu veldur alls konar mengun og umhverfisáhrifum en líka gróðurhúsaáhrifum. En það eru gróðurhúsaáhrifin sem að gera það verkum og það að verða hlýra hjá okkur. Þannig að við þurfum að finna endurnýjanlega orkugjafa eins og vatnsafl, eins og vindorku, sólarorku og þessar gerðir af orku sem ég hef áður nefnt. Því að við klárum ekkert vindinn þó við virkjum hann. Við klárum áin rennur þarna niður hvort þið er. Sólin skín alveg sama hvort við nýtum orkuna í að búa til rafmagn eða ekki. Þannig að það eru leiðir sem eru endurnýjanlegar því að þetta endurnýjast að sjálfu sér. Kjarnorkuver nota orku úr frumeindum, til dæmis úran eða plútóni, veldur ekki gróðurhúsaáhrifum en það verða til hættulegur geislavirkur úrgangur sem þarf að geyma. Þeir reynda að grafa þá í einhver fjöll en það getur tekið mörg þúsund ár að fyrir þennan geislavirka úrgang að fjara út hætt að vera hættulegur. Eins getur orðið slys ef að það bilar svona kjarnaofnar, þá getur geislunin sloppið út og það hefur gerst sem betur fer ekki oft. Lífefnaeldsneyti er eldsneyti sem er unnið úr plöntulegum og afgöngum. Til dæmis stekingarolíu, alls konar afskurði og öllu mögulegu. Þetta eru efni sem að ef við hendum þessu bara, þá rotnar þetta og þá fer mengunin út í andrúmslofti. Það er eiginlega betra að vinna úr þessu eldsneyti og því er það yfirleitt blandað við hefðbundið eldsneyti til þess að minnka þá eldsneytið, jarðefnaeldsneyti sem við þurfum að nota.